Leysum jöfnuna fyrir x. Við erum hérna með jöfnuna x í þriðja veldi pluss 4x í öðru veldi jafnt og 12x í fyrsta. Byrjum náttúrulega á því að flytja 12x yfir samansammerkið. Þannig að þetta verður þá x í þriðja pluss 4x í öðru mínus 12x er jafnt og 0. Þáttum jöfnuna hérna. Byrjum á því að taka x út fyrir sviga. Þá fáum við út þetta hvíta x sem við tókum út fyrir sviga og eftir stendur þetta gula x í öðru veldi pluss 4x mínus 12. Og beitum d-reglunni á gula partinn. Þannig að a-ið er þá 1, b-ið er 4 og c-ið er mínus 12. d-ið er þá jafnt og b í öðru veldi mínus 4 sinnum a sinnum c eða 4 í öðru veldi mínus 4 sinnum 1 sinnum mínus 12. 4 í öðru veldi er 16, mínus 4 sinnum 1 sinnum mínus 12 er pluss 48, 16 pluss 48 eru 64, þannig að d er 64. Við skulum þá leysa seinni hlutan af jöfnunni, það er að lausnin á 1 og lausnin á 2. Það er þá mínus b pluss kvadratrótin af d deilt með 2 sinnum a eða mínus 4 pluss kvadratrótin af 64 deilt með 2 sinnum 1. Gerum nákvæmlega eins í lausn nr. 2. Nema það kemur mínus hérna. Þannig að þetta er þá mínus 4 pluss kvadratrótin af 64 er 8 og 2 sinnum 1 er bara 2. Og mínus 4 pluss 8 eru 4 og það er deilt með 2 þýðir að ein lausnin er 2. Lausn nr. 2 er þá svipað reiknuð. Það er að segja mínus 4 mínus 8 er mínus 12 og það er deilt með þessum 2 er gefið með mínus 6. En takt eftir að jafnan er í þriðja veldi sem þýðir að það gætu verið 3 lausnir. Ég komi með 2, hver gæti þá svo þriðja verið? Jú, ef við horfum á þetta hvíta x hérna og ég spyr hvað getur x verið hér til þess að útkoman verði 0 og þá er það x getur verið bara 0. 0 sinnum allt þetta gula gefur þér jafnt og 0. Þannig að þriðja lausnin er þá að x sé jafnt og 0.